Komið sæl. Jæja, nú færist fjör í leikinn því við ætlum að skoða jöfnur með nefnara í dag. Og jöfnur með nefnara geta verið stuttar og einfaldar eins og dæmið hér. En svo geta líka verið aðeins lengri og kannski aðeins minna einfaldar. En samt sem áður einfaldar ef maður fylgir ákveðnum reglum og aðferðum sem ég ætla að sýna ykkur. En byrjum á þessu dæmi hér. Þetta er leyst alveg eins og dæmi sem myndi líta svona út. X plus 2 er jafnt 10. Og ég ætla að einangra x-ið og þá færi ég tvistin yfir og hann breytist í andstöðu sína sem er mínus 2. Og þá fæ ég x er jafnt 10 mínus 2 eða 8. Nú er sama hérna í dæminu sem er vinstra megin á skjánum. Ég ætla að einangra x-ið og þarf þá að losna við þessa 6 hér. Ég færa hann yfir og ef ég er að deila með 6-unni vinstra megin í upphæði, hver er þá andstæðan ef ég færi þetta yfir? Jú, rétt hjá þér, hún breytist í margföldun. Eða, eins og ég sýndi í síðasta myndbandi, við lítum á þetta sem svona vogarskál og ég ætla að gera það sama báðum megin. Þannig að ef ég er að margfalda með 6 hérna, vinstra megin, því að ef ég gerir það þá get ég stytt út 6-una, þá verði ég að margfalda með 6 hinum megin líka. Þannig því ráðið hvora leiðina er farið til þess að hugsa þetta. Mér finnst oft þægilega eða fljótlega að hugsa bara ég færi yfir og breytist í andstöðuna. Þannig hér reikna ég hvað 8 sem 6 eru mikið og fæ þá einfallega að x er jafnt 48. Málið er leyst. Kíkjum á annað dæmi og hér ætla ég að leysa þetta dæmi sem að virðist vera aðeins flóknara. Ég ætla að leysa það á 2 mismunandi vegu. Og fyrir leiðin felst í því ég ætla að byrja á að reyna að einangra brotið sem er með hér. Þannig ég færi fjarkan yfir og hann breytist þá í mínus 4. Þannig að nú lítur þetta svona út. 4x þriðju er jafnt 10 mínus 4 sem eru 6. Og nú er þetta orðið svipað og einfalda dæmið áðan. Það er að segja að ég þarf bara að færa þristin yfir núna. Og hann breytist í andstöðu sína úr deilingu í margföldun. Þannig að þá fæ ég að 4x er jafnt 6 sinnum 3 sem er 18. Og svo lokum til að losna við fjarkan. Það deili ég með 4 báðum megin. Eða ég geti líka að hugsa að ég tek fjarkan og færi yfir og breytist í deilingu. Og þá fæ ég að x er 18 deilt með 4 sem eru væntanlega 4,5. Þetta var ekkert svo flókið en ég ætla að sýna ykkur aðra leið sem er líka hægt að fara vegna þess að stundum er ekki endilega þægilegt að leysa dæmi með þessum hætti og þá þarf maður að geta gripið til einhverja annara ráða. Og það sem maður getur líka gert er að reyna að byrja því að losna við nefnarann. Og það gerir maður ef maður margfaldar báðar hliðar jöfnunar með nefnarann. Og í þessu tilviki er nefnarinn 3. Þannig að ég þarf að margfalda báðar hliðar jöfnunar með 3. Og hvað gerist þegar ég margfalda hérna inn í svegan? Ef ég margfalda brotið 4x þriðju með 3, þá lítur það svona út. 3 sinnum 4x þriðju. Og passa ykkur að ruglaði ekki við, ég er ekki að lengja þetta, ég er að margfalda. Þess vegna kemur bara þristurinn hérna uppi. Og svo margfalda ég 3 sinnum 4 og það eru 12. Nú hinum megin er 10 sinnum 3 og það eru 30. Og nú spyr einhver til hvers erum við að þessu? Er þetta ekki bara til að flækja dæmið? En nei. Núna gerist nefnilega trikkið. Það er að ég get strikað út þristin. 3 þriðju er 1 heill. Þannig að það sem gerðist við þetta skref hérna er að nefnarinn hverfur. Þá er ég bara eftir með 4x plus 12 er jafnt 30. Og svo get ég haldið áfram að leysa þetta eins og einföld dæmi í síðasta myndbandi. Færi 12 yfir
breytist það í -12. Þá fæ ég að 4x er jafnt og 18. 30 - 12 er 18. Og svo í lokin deila með 4 og aftur fæ ég sama svar að, ekki 4x fyrir ekki, að x-ið, það er strókut fjarkan hérna, er það jafnt og 18 deilt með 4 eða 4,5. Þannig að þetta var önnur leið og nú ætlum ég að sýna ykkur 2 dæmi til viðbútar áður en við hættum. Að stundum getur verið þægilegt að nota þessa miðaaðferð sem að þeir eru reyndar búin að rifja upp. Þetta er jafna sem að lítur út fyrir að vera flókin, en ég hugsa mér, ok, 7 - hvað er jafnt á 5? Og þá sé ég að miðin sem ég setja þarna yfir brotið og það sem er undir honum, það þarf að vera jafnt á 2. Þannig ég skoða næst, ok, ef þetta brota á að vera jafnt á 2, hvað þarf þá að vera í nefnaranum? Sem 6 deilt með hverju er jafnt á 2. Það kemur í ljósa að núna þarf það sem er undir miðunum að vera jafnt á 3. Þannig að ef að x + 1 verður að vera jafnt á 3, að þá hlýtur x-ið að vera 2. Og þá er ég búin að leysa jöfnuna sem að uppalega leit út fyrir að vera rosalega flókin, en með þessu gat ég hérna komist að því að x er jafnt og 2. Þessi hérna jöfnu leysti ég og fæ x saman sem 2. En í lokin ætla ég að sýna ykkur eitt spennandi dæmi og það lítur svona út og það er alveg þessi virði að poppa áður en hort er á þetta, því nú þurfum við að beita þessar aðferð sem ég sýndi ykkur með að margfalda báðar hliðarnar með nefnaranum. Við þurfum að losna við nefnarana því að hér get ég ekki farið að færa þetta hérna yfir til þess að það hjálpi eitthvað. Þannig að ég þarf að margfalda báðar hliðar með einhverju til að losna við nefnarana. Og þetta eru 2 nefnarar og þeir eru ólíkir. Þannig að spurningin er, með hverju á ég að margfalda? Og rétt svarið við þeirri spurningu er að ég margfalda með minnsta samnefnara. Og í þessu dæmi minnsti samnefnari fyrir 3 og 2, hann myndi vera 6. Þannig að ég ætla að margfalda báðar hliðar jöfnunar með 6. Og ég ætla að margfalda inn í 7, byrja á því. 6 sinnum fyrra brotið. Og ég ætla ekki að margfalda strax, heldur ég ætla að skrifa bara hvernig þetta lítur út. 6 sinnum brotið 5x þriðju. Svo margfalda ég hitt brotið. Ég fæ þá -6 sinnum það brot, 3x aðrir. Nú hinum megin get ég margfalda saman 2 og 6. Það er bara 12. En ég er ekki alveg jafn heppinn og áðan, ég get ekki strokað þetta beint út. En það sem ég get gert er að ég get deilt 3 upp í 6. Ef ég reikna bara þetta hérna, 6 deilt með 3, það er jafnt og 2. Þannig að nefnarinn er farið núna. En eftir stendur 2 sem er 5x, sem eru 10x. Ég veit að þetta getur litið skringilega út þegar maður sér þetta fyrst, en það er einmitt kosturinn við þessi myndbönd að maður getur kannski horta á þau oftar en einu sinni ef maður næri þessu ekki í fyrsta. En skoðum næsta brot og nú ætla ég að reyna að losna við nefnarann þar, þessi tvistin hérna, og það gerist ef ég deili honum upp í 6 og reikna hvað er 6 deilt með 2 mikið. Og það eru 3. Þannig þá þarf ég að margfalda 3 sem er 3x, sem eru 9x. Nú hinum megin, ég var búin að margfalda allt þar, ekkert til þess að stytta út, en það er það bara jafnt og 12. En þið sjáið að nú er ég laus við nefnarann sem voru hérna upphaflega í jöfnunni og ég er komin með ansið þægilega jöfnu. Og þessa jöfnu er ekkert mál að halda áfram með að klára. Nú reikna ég 10x mínus 9x, hvað er það mikið? Og það er nú bara 1x og hinum megin 12. Þannig að jafnan eiginlega leystist það sjálfum sér. En aðalatrið er
ef þið eru með nefnara í jöfnunni og sérstaklega ef þeir eru 2 eða fleiri, þá borgar sig að reyna að losna við þá sem fyrst. Því leið og það gerist og þá einfaldast jafnan ansi mikið. En nú komin tími á ykkur, þannig að ég segi bara takk fyrir mig.